Fyrirhugaðar framkvæmdir við nýjan Landspítala eru illa ígrundaðar og í anda ársins 2007. Þetta segir borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks sem hefur miklar efasemdir verkefnið. Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins furðar sig á því að ekki liggi fyrir áætlaður heildarkostnaður við uppbyggingu á Landspítalareitnum. Fyrirhugaðar framkvæmdir séu illa ígrundaðar og í anda ársins 2007. Fyrirhugað að framkvæmdir við fyrsta áfanga nýja Landspítalans hefjist á næsta ári. Kostnaður við hann áætlaður 45 milljarðar króna en þar ekki gert ráð fyrir alltaf 10 milljarðar króna kostnaði við endurbyggingu og viðhald á eldri byggingum. Gert ráð fyrir að 220.000 fermetrar af nýbyggingum rísi á svæðinu til framtíðar undir Spítalann, Háskóla Íslands, Reykjavíkurborg og bílastæði. Arkitektar og fleiri hafa sagt að reiturinn þoli ekki slíkt byggingamagn. Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks sama sinnis. Það ekki lengur 2007 og út allan bæ eru verktakar og þeir sem eru að byggja upp og einkaaðilar eru að byggja á hóflegri hátt og skynsamlegri hátt heldur en við vorum að gera hérna fyrir bankahrunið og mér finnst að það ætti að gera það líka hér. Gísli telur að hægt væri að sinna húsnæðisstörf Spítalans næstu 20 árin með því að reisa nýja álmu norðan hringbrautar við viðbyggingar Spítalans en svo hugmyndir ekki nýja nálinni. Gísli segir umhugsunarvert að áætlaður kostnaður við heildaruppbyggingu Landspítalareitsins liggi ekki fyrir. Ef það stendur ekki til að byggja þennan annan áfanga eða menn ætla sér ekki einu sinni að gera kostnaðarmat á því hvað það kostar, af hverju erum við þá ekki bara með deiliskipulag hér af fyrsta áfanga af bara viðbyggingu við núverandi byggingar og þá myndum við til dæmis aldrei setja þá byggingu niður þar sem að núna áætlað að hún komi. Þannig að maður spyr sig bara út frá almennri skynsemi. Þetta akkurat það sem við þurfum að gera núna eða gætu við komist af með hóflegri og skynsamlegri uppbyggingu akkurat á þessum tíma?